Byrjum þar, byrjum á nakta apan. Já. Hvað þú varst að segja? Já, þegar ég opnaði nakta apan 2005, þá ég bara einstæði 2 barna móðir, tiltölulega nýflutt frá Akureyri og skildi við barnsföður minn, fór suður og tók börnin með. Og ég opnaði nakta apan af því það átti að vera svona miðstöð, menningarmiðstöð. Ég sagði þannig. Þar sem að ég geti verið að skapa og fólk geti komið að skapa. Svo náttúrulega kannski ekki hægt að halda út einhverja menningarmiðstöð með leigu húsnæði á Laugaveginum, eitthvað svona Þannig að þetta varði náttúrulega líka búð. En þetta var svona algjört skapandi flæði. Allir sem að komu og höfðu í rauninni áhuga og ég tengdi við, komu og við vorum að mála loftin og mála veggina og við vorum með eitthvað svona eventa þar sem að voru kannski 3 listamenn og við vorum alla nóttin að mála eitthvað svona murals á veggin og síðan var opnum daginn eftir og þannig þetta var svona bara lifandi, flæðandi listsköpunar eitthvað entity. Já. Og þetta var bara það sem að ég brann fyrir, að hafa eitthvað stað, svona heimili fyrir mig og alla sem að vildi koma og skapa með mér. Það var það sem að nakta apinn var og náttúrulega ekki mikill svona strúktur í kringum þetta. Og ég var með rosa mikla svona peninga óttaskömm ennþá. Ég var ekki búin að hreinsa það hjá mér. Hvað kallar peninga óttaskömm? Mér fannst bara, ég svona alin upp með bara fólk sem á peninga, það bara vont og gráðugt, og það vandafólki sem á peninga og fátækafólki auðmjúka góða vinnu sama duglega fólkið. Þannig að það var lifandi í mér. Þannig að ég, á þess að vita það, var hrædd við peninga og fannst peningaorka vond. Þetta frábær punktur, ég held að tengi margir við þetta. Já, og ég gat ekki tekið á móti peningum. Ég bara gat það ekki. Og samt vissi ég ekki að ég gat það ekki. Og ég man, og ég var svo meðvirk, ég var svo geðsjúk af meðvirkni að ég bara vandræðalegt. Það kom fólk í búðina og kannski sýndi áhuga á einhverju og ég alveg, þú mátt fá 30% afslátt eða 50, ég bara og áður en fólk var einu svona falast eftir afslátti. Já, og ég tengi alveg við þetta. Ég veit það og ég held að tengi margir við þetta. En fólki finnst svo óþægilegt að sjá sig og kannski segja frá því. En mér svo gaman að segja frá þessu því að ég komi svo langt frá þessu núna. Þetta náttúrulega eitthvað sem að þeir sem eru sjálfstætt starfandi rekast oft á að það tekur tíma að komast á þann stað og þú fattir bara, ég verð að verðleggja sjálfa mig ef ég á að lifa af. Sko. Já. Og einmitt peninga vandræð og peninga áhyggjur geta bara haft rosa mikil slæm áhrif á andlega líðan og allt saman. Já, alveg náttúrulega svakalega. Ég meina, peninga áhyggjur, það verða skilnaðir og þunglindi og sjálfsvíg af peninga áhyggjum. Og við erum með svo óheilbrigt samband við peninga. Peningar eru bara orka, bara mögnuð orka sem að við eigum að geta leikið okkur með og tekið á móti bara með ást í raunni. En ég gat það ekki, og ég fekk fólk að sjá peningamálin og lendi trekk í því að þeir sem sá peningamálin stálu. Já, svolítið. Já, og alltaf bara, og allir bara, oh my god, Sara, þú ert svo góð, akkur lendi þú alltaf í þessu? Ég veit það. En þetta var það sem að ég kallaði timmin. Ég basically var bara með skilti á enninu bara vandaði pening, þóttu að vinna hjá mér, það getur stungið undan, ég var ekki eftir að segja neitt, ég var ekki eftir að þóra að segja neitt, það var bara þannig. En þetta náttúrulega einmitt, maður getur alveg verið mjög óheppin í eitt skipti, en þegar maður fer að lenda í einhverju svona aftur og aftur, verðum ekki þá svolítið mikið að skoða, það eitthvað í mér sem að valda því að ég alltaf að kalla yfir með einhverja þjófa hérna í samstarf. Jú, algjörlega, og ég hef svona séð það í gegnum tíðina, það svona allt þegar þrendir. Þegar komið 3 svar, þá veit ég að skilaboðin, að ég þarf að hlusta skilaboðin og ég þurfti bara að skoða minn gang og mitt pattern og ég kallaði þetta bara til mín, af því að þetta var hjá mér það sem að ég þurfti að laga, virkilega.
þannig að ég er búin að laga þetta samband við að finnast peningar skömm og ekki það, ég trúi líka allt sem að, og núna fer ég að hugsa öll sárin, allt sem við þurfum að laga inn í okkur, mamma og pappa sárið og rótin, þú veist, skömmin að vera ekki nóg, fer ég alltaf í þetta þannig að við getum alltaf lagað þetta og þannig að bara eins og sár sem við fáum, þú veist, þau gróa en örið er alltaf, þú veist, það er alltaf ör eftir allt og mér er svo gaman núna að vita það að öll þessi sár eða þessi ör, þetta sem við erum innra með okkur, þetta er verkefni sem fáum alltaf að þroska. Þannig að ég veit að ég er aldrei búin með þetta, að ég fæ að halda áfram að svona þroska vitundunum mína með peninga orkuna, þú veist. Og mér finnst það var svona þægilegt því ég vissi alveg, ég klára aldrei mamma og pappa sári, þau eru ennþá, örin er alltaf þarna og þau mega vera, en þau verður ekki svona sár og erfið lengur, þú veist, það verður ekki lengur þessi svona... Er það ekki líka góð mælikvarði stundum að skoða, þú veist, Halli Hansen var hérna heima daginn. Já. Og hann sagði mitt ákvörðun er hegðun. Já. Það er að segja að manni getur alveg liðið einhvern veginn, ég er að rukka fyrir þjónustuna mína eða eitthvað, og mér getur ennþá liðið inn í mér eins og ég sé að setja upp allt og hátt verð, en ég kannski x-mörg skipti er bara búin að setja upp herraverð og ég byrjaður að rukka meira. Þá er ég allavega að byrjaður að hegða mér þannig að ég er ekki að láta sárið eða þetta, ég er ekki að láta það stýra hegðuninu minni lengur. Algjörlega. Þannig byrjaði ég að rjúfa þá tengingar. Já, og það er einmitt það er svona, já, herði, ég ætla bara að prófa að hækka verðið. Herði, þau tóku því bara skrítið en geggja, ég ætla að setjast inn í þetta. Vá. En þú sagðir að þú hefði verið að starta ákveðin í hvað sagðir, neon Já, það var svona þegar ég byrjaði með nakta apan þá það var svona regla hjá mér engin svart efni, ekki svartar peysur eða bólir og engin svartur litur og það voru bara litir og neonlitir og ég var oft kölluð eitthvað svona neon drottningin eða eitthvað þannig og já, það hafði einhvern veginn ekki sérst þessi stíll sem að ég kom með nakta apanum. Varstu þú búin að læra að vera fattahönnur? Sko, ég var ekki búin að læra að klára neitt. Ég var búin að læra bara í verkefnaskólum á Akureyri, rosa mikið svona handverk, samt svona myndvefnað, vefnað, bútasaum og þannig, sko. Þannig að, og ég var búin að læra aðeins silkiprent og lærði síðan hjá Jónssamvindi, Nonna Dead. Já, Nonna Dead. Já, hann var með vinnustofu og við vorum með vinnustofu saman, þannig að ég fekk að læra hjá honum og svo fekk ég vinnu í Mámi Mó sem var textilgalleri niður í Tryggvagötu og það er stærsti svona silki þrykk bekkur landsins sem er einhverju 12 metra langur og þar getur maður þrykkt bara svona efni stranga af efni þannig að ég var að vinna þar og lærði alveg ótrúlega mikið þar af því þar voru svona bara dýrir hlutir og fólk sem hafði efna því að koma og þú veist, allt var gert úr bara dýrustu silkiefnum og flaueli þannig að þar fekk ég að vinna að framleiða svona gæða vörur úr dýrum efnum þannig að maður þurfti rosa mikið að bara vanda sig og þannig ég lærði rosa mikið þar og svo bara opnaði ég nakta apan og já, ég fann að ég gat ekki verið að vinna undir neinum það er líka svolítið svona Fannstu það bara mjög snemma? Já og ég hef alltaf verið þannig þú veist, þar sem ég vinn, ég hef ekki getað farið eftir reglum þú veist, svona, þú veist, ég hef alltaf svona svolítið svona já, þoli illa að vera sagt til þú veist, og það Vilt geta stýrt þér sjálf? Já, ég þarf að geta stýrt mig sjálf og þetta er bæði bara svona gott og vont þú veist, maður þarf alltaf að finna inn á milli veg þú veist, að geta unni með öðrum og stöðum hann ekki á mikið þeim akkur get ég ekki unnið undir öðrum þú veist, ég get það alveg en síðan ef það er eitthvað svona þú veist, ég þarf að vera að fá að skapa frá mínu hjarta frá mínum kjarna, þú veist, það er það sem ég bara þarf að vera að gera Er ekki lykilatriði í því að ef maður er svona þengjanda, þá ef maður er að vinna undir einhverjum, þá verður maður allavega að vera í mjög miklu synki við þann einstakling og bera mjög mikla virðingu fyrir honum Já Ég er alveg að tengja við þetta svona rebel í mér einhvern veginn, ég get ekki unnið undir einhverjum ef ég er bara einhvern veginn, ef mér finnst manneskjan bara út á túni. Nei, það náttúrulega bara gengur ekki upp. Nei, það gengur ekki og ég var einmitt að hugsa það í morgun
en þá var ég að hugsa, hvað ætla séu margir að því að núna ger ég bara það sem ég elska, bara allir dagar ég er bara svona þú veist, ég ger ekki neitt sem ég elska ekki ég bara elska allt sem ég geri ég elska að vera í stúdíónu mínu, umpotta, vinna og svo bara elska ég þú veist, því ég þarf að gera, þú veist, fara á póstursið og að gera einhverju hluti sem að kannski maður elskar ekki ég er bara svona, vá, ég elska allt og sem var ég að hugsa, hvað er þessi margir sem að gera hluti hverjum degi sem þið þoli ekki eins og bara fara í vinnuna sem það þolir ekki og þetta er svona eins og að setja örn í lítið búr þú veist, að því að orka hvers manns og þó þetta sé bara einhver verkamaður sem er að vinna á bíl þá er hann jafn mikil mögnuð sköpun og þú og ég en hann er kannski ekki búin að leyfa því að þú veist, líkamnast í sér hann er bara búin að vera í þessari vinnu og fólk sem fer í vinnuna á hverjum degi og kannski fyrirlíti vinnuna sína og bara, þú veist, ég þolit ekki og svo þarf ég að fara að gera þetta og svo hringdi þessi og ég þarf að hjálpa honum og ég hugsaði bara svona ég fekk svona þetta er eins og setja, þú veist, risastóran magnificent örn í lítið búr og hann getur ekki eins og teygt úr vængjunum sínum þetta var svona orkan sem ég fekk og ég fekk svona sorg bara og ég vildi óska þess að væri fleiri sem myndi finna bara hvað langar mig að gera, hvernig langar mig að lifa lífinu að því við getum fleiri breytt þessu hjá okkur Algjörlega, en síðan kemur svona, ég hef mikið pælt síðan kemur kannski hin hliðin á því sem er að margir náttúrulega eru kannski bara í einhvers konar skilyrðingu eða sumir funkar bara mjög vel í einhverju, en margir kannski eru með draum að gera eitthvað og þá er náttúrulega fyrsta er bara mitt óttinn við fjárhæginn og allt það sem er ástæðan fyrir og þorir ekki að hoppa fram á brúninni en síðan kemur líka þetta sem ég hef mikið verið að pæli sem er okkur langar og sem ekki að vera frjáls og gera það sem við viljum en það er svo þægilegt að vera bara með einhvern draum um það og láta það aldrei vera veruleika að því draumurinn segir mér þetta verður svo fullkomið þegar ég gera það en síðan þegar ég gera það í raun og veru þá fatta ég að jafnvel þó ég sé að gera eitthvað sem ég elska þá er það samt alveg, það koma dagar þar sem að það sem maður elskar verður bara já, ég er að gera þetta einu sinni enn og þá þarf maður að fara að æfa sig inn í það þessi dagdraumspæling það er svo margir sem halda dagdraunum bara sem einhverju sem ég ætla bara að hafa sem draum þangað til í deg ómeðvitað, að því þá er hann bara draumur og þá þarf ég ekki, svo sem fer inn í að gera drauminn sinn, hann fattar að draumurinn var líka þyrnum stráður sko. Skilurðu hvað er að fara? Já, algjörlega Ég ekki pælti þess að bara með, þú veist, allt þetta fólk sem dreymir að því það er eitthvað sem ég get talað að skrifa bækur langar svo mikið að skrifa bók og þá ertu með þessa hugmyndi, þegar ég skrifa bókina þá mun ég sita á einhverju rosa fallegum stað með svakalegan rithöfunda innblástur og þetta verður allt svo fullkomið þá er svo þægilegt að halda þeim draumi bara, af því þá þarft aldrei að fara í gegnum það þegar þú situr fyrir fram að skjalið bara full er þetta lélegu texti en ok, höldum að fram að skrifa, skilur þannig verður bókin til draumurinn náttúrulega miklu glæsilegri en raunveruleikin það er það sem ég er að segja sko. Raunveruleikin er bara við þurfum öll að klósti, við þurfum öll að kúka við þurfum öll að borða, það er raunveruleikin og ég maður því ég fatta þetta það var svo fyndið, ég fatta þetta því að mér nækta apan og þá bara svona, það var eitthvað í fréttunum eitthvað Davíð Oddsson eitthvað að gerast þetta var 2007, ég bara já, hann fær bara líka þau stilt í magan og fyrir klóstið og það bara shiftaði öllu frægu svona fólki á eitthvað bara svona jafningaplan ég bara svona við erum öll eins bara svona öll með eitthvað svona fjölskyldu vandamál og það er meðvirkni og það er eitthvað þarna og við verum öll svöng, svo mýtlað allt þetta, ég bara svona, við erum bara öll eins og bara gera alls konar mismunandi hluti. En þú hefur byrjað þá mjög ung að svona, þora þá að elta draumana þín eins og þetta með að stofna eða fara í að vera með nakta apan og allt þetta er bara eitthvað sem þið langar að gera og þú þarf þá að fara í gegnum með mitt fjárhagsóttan og allt þetta. Já, sko það er eitthvað í mér, eitthvað svona hvort það er svona fearlessness eða eitthvað svona sem að er bara element sem ég hef í mér og ég hef oft heyrt bara, þú ert svo hvað heitir það? Brave. Þú ert svo hugrökk.
það ekki eins og mér líði eitthvað svona, ég svo hugrökk. Þetta bara í mér og hefur alltaf verið, þú veist, ég bara svona, mig langar að gera þetta og ég geri það. Þú veist, það er líka hömluleysi í mér sem að þegar ég ekki balans eins og var, þú veist, þá hömluleysið var toxic eins og í meðvirku samskiptum. En núna hömluleysi orðið meira stóri draumar sem að ekki of stórir, þú veist, að því mér veist núna engin draumur of stór í dag, ég til dæmis að reyna að kaupa hótel í Guatemala og ég trúi bara að ég geti það. Ég veit ekkert hvernig. Það var einmitt þar sem ég ætlaði að spyrja, hvernig kaupir maður hótel í Guatemala? Já, hvernig kaupir maður hótel í Guatemala? Ég veit það ekki alveg, en ég finn að ég get það og ég finn að þetta möguleiki og þetta svona, ég finn fyrir að þetta svona, lífið svona eins og eitthvað sem svona veltast áfram og bara unfoldast og opnast og því meira sem ég sest inn í það og tristi að það gerist, því líklegra það gerist. Þannig að, en já, ég hef allavega alltaf bara þórað einhvern veginn að gera hlutina af því að ég sé þetta svona jafna, ótti, þú ert í óttanum og svo gjörð eða labba í gegnum óttan, það svona svo grátt ský svona fyrir fram að þig, þú ert hræddur við eitthvað, þá þetta gráa ský og þú þorir ekki inn í það. Alltaf bak við þetta gráa ský, það frelsitt. Þetta bara formúla sem bara lífsformúla, að gráa skýið sem þetta sem þú ert hræddur við að gangi gegnum, hinum megin við það það sem þú vildir. Hvort sem það kannski ekki nákvæmlega sem þú vildir, að því við erum oft með svo fast mótaðar hugmyndir að þetta á að vera svona eða hinsegin. En þetta svona formúla lífsins, myndi ég segja, að vaksa og verða meira þú. Það að fara penetrata þennan ótta, sama í hvaða formi hann hinum megin frelsið. Og það ekki einmitt þarna sem þetta svona, við erum í einhverjum ótta eitthvað núna, en mér langar að gera eitthvað, og ég vil helst bara geta sleppt þessu gráa skýi. Ég vil bara geta hoppað yfir það og farið, skilurðu. Og það kannski sem ég að tala áðan með dagdrauminn, að þú veist, munurinn á þeim sem lætur draumana sína verða veruleika og þeim sem gera það ekki, kannski að annar aðilinn segir bara ok, ég ætla að fara í þetta gráa ský. Já, ég bara fara þar í gegn. Já, af því ég sé þetta gráa ský sem svolítið bara svona, það ekkert of þétt, það ekki dögt, of dögt, ég bara labba gegn það og þá ég komin. Þú veist, þannig að ég sé það alltaf þannig og ég hef alltaf bara svona, kannski þetta, það stjórna mér enginn og óttin líka bara svona, óttin ekki fyrir að stjórna mér. Hann ekki fyrir að segja mér, ég get þetta, get ekki, þannig að ég bara, þú veist, það kannski það sem að... Mér langar að tala meira við hóteli í Guatemala eftir, en þetta, svo ég klára aðeins þetta tímabil, en því mér svo gaman að tala svona tíðaranda og þetta, þegar þú ert í þessu með neonfötin og nakta apan og sköpunarými og eitthvað svona, hvernig var þá, þú veist, miðbæja kúltúrin? Hann bara ótrúlega þéttur og ríkur og svona, þú veist, Iceland Airwaves var alveg bara upp á sitt besta, þú veist, ég var að hanna fyrir Iceland Airwaves, handprentaði hvern einasta ból, þú veist, algjört og hann gerði svona plastkassa, settum bönd, svona eins og pulsustandarnir, þú veist, í Bandaríkjunum á fótboltaleikjunum, fylltum þá á bólum og síðan fóru nokkrar út að selja bara út á Laugaveg og þetta var ótrúlega magnað og skemmtilegt og það var svo mikið líf og það voru enga túristabúðir komnar, allavega ekki sem ég man eftir, það var allavega eitthvað lítið. Þannig að var svona í hverju bili kannski, það var fólk sem var með passionið, þú veist, hjartað í bilinu. Og það var bara svo lifandi, þú veist. Þannig að þetta ekki það, mér veist, þú veist, allt bara eins og á að vera, þannig að það einhver þróun í gangi á Laugaveginum, þarna niður í bæ og COVID, náttúrulega búin að gera alls konar. En þetta var ótrúlegt tímabil, sko. Og bæði í list, bara allir sköpun í rauninni. Þannig að, og náttúrulega bara mikið allir þessum frægu útlendingum voru að koma sem reynda kannski alltaf, núna þeir meira svona kvikmyndaliðið að koma út á land, en þarna var allt tónlistaliðið að koma að hanga niður í bæ og vera á börunum. Það reyndar eitthvað sem góð pæling að fræga fólkið frá útlendum sem kom til Íslands, það var meiri í miðbænum en áður fyrir heldur en núna. Núna fer það bara beint út á land. Já. Það var svo mikið. Damon Albarn og allt þetta var að vera á kaffibarnum bara. Oh my god, sko.
það þótti nú ansi flott. En það lítur að vera erfitt að vera í rekstri ef þú hefur verið svona gjörn og að gefa afslátt. Já, ég enda líka fór sem fór. En ég var líka sko, ég var svo meðvirk og ég var svo dugleg, það var bara harkan sex þegar hæfustu lifa af, þú veist. Ég var með íbúð á efri hæðinni fyrir ofan búðina og börnin bara annarkvort, það var ég var með rúmin í mótunarklefa, þú veist, þau sofnuðu stundum í rúminu og ég var bara á vinnustofunni til 3 á nóttunni, þú veist, bara vinna eins rætt og ég gat, vinna eins mikið og ég gat, drakka eins mikið kaffi og ég gat og ég var með svona bara prógram að reyna að finna út bara svona mikið kaffi, borða sem minnst, keyra vélina áfram og ég bara þú veist, og ég var svo harkaleg og gróf við mig, ekki vitandi hvað ég var að gera og bara dugleg og ég var bara, og svo svo þegar fór bara að halla undir fæti, þegar bara hallin varð meiri og meiri, þá fór ég að kaupa svartefni, að því að svart bara selur og það var nokkrum árum seinna og það var bara svart og bara seldist eins og ég veit ekki hvað sko, þá koma allar íslensku konurnar sko, eldri ekki úlingarnir og allt ungaliðið, þá náði ég svona konunum sem eiga smá peninga. Já. Hvað er það einmitt í Íslendingum? Við sækjum rosa mikið í grátt og svart og svona þannig liti. Við erum ekki mikið, þú veist bara eins og það sem þú ert klædd í núna. Já, einmitt. Við erum fæst. Ég hef alveg oft verið í litum og ég hef oft verið skammaði fyrir það og alls konar svona. Já. Já, hvað er það? Það er náttúrulega örugglega annars staðar líka, en mér finnst það ekstra mikið á Íslandi. Já, það er náttúrulega rosa mikil hjarðhegðun á Íslandi, þú veist, það er kultúr í samfélaginu, þú veist, það er þessi hjarðhegðun, eins og þú veist, ég bjóði til Barcelona, þá átti engin flott heimili og engin flottar möblur eða flotta vasa, þú veist, þau bara áttu eitthvað stóla og eitthvað svona, þú veist, og það snýrist allt bara að vera einhvern veginn úti saman, fara niður á strönd, sitja og spjalla og kultúrin þar er þannig, en kultúrin það heima er einhvern veginn að skapa þetta ofboðslega fallega heimili. Þess, það er svo rosalega mikilvægt á Íslandi. Hefur ekki veðurfarið dálítið mikið að segja með það? Jú, við náttúrulega erum svo mikið inni og við náum ekki þessari tengingu eins og næst út í útlöndum. Þú situr bara eitthvað út á okkur bekk eða út á okkur borði og fólk við hliðina og allir að spjalla. Það eru miklu svona sterkari innri tengingar, svona tilfinningarlega tengingar, af því maður myndar tilfinningarlega tengingar þegar maður tala við fólk. Og þar ertu kannski á kassanum og manneskinu undan þér og konan á kassanum er að spjalla bara. Og það eru bara að spjalla. Það eru ekkert að spá í hvort þú sért að flýta þér ekki. Ég man fyrst, ég var bara, sem bara, vá, hvað þetta er fallegt. Við erum náttúrulega einmitt rosalega skemmtileg blanda af Evrópu og Bandaríkjunum. Svona einmitt kapitalisma versus eitthvað svona bara, þú veist, eins og söður Evrópu, það er bara eitthvað svona að vinna, bara ég ætla að gera sem einn stað, þessu skilur, bara eitthvað nennis ekki, sko. Og síðan þetta sem er alveg áhugaverð pæling, af því við erum svo fá, hvort að við séum þá meira í einmitt samanburðunum og við verðum öll að vera svolítið eins og nágranninn og allt þetta. Já, og það er líka það sem að ég hef svona séð fyrir mig, að meðvirk hegðun er bara eins og COVID á Íslandi. Meðvirk hegðun, ég hef aldrei kynst jafn mikilli meðvirkri hegðun á Íslandi og það er að því við erum svo lítil, við erum svona eins og lítið þorp út á landi, það er alltaf þekkt í ykkur litli þorp út á landi, þá er bara þessi lenska, þetta væp er bara í gangi þar og við erum svona aðeins stærri útgáfa af þessu litla þorpi, þar sem að það er alveg sjúklega meðvirk hegðun og sérstaklega þegar maður er að skoða meðvirkni svona mikið og spá í meðvirkni að þá erum við svona bara svolítið sýkt af henni fyrir ekki allir hlustendur. Já, það er samt kannski bara rétt. Það er rétt. Og allavega það er minn sannleikur, þú veist, og það er hver einasta manneskja sem kemur til mín í stólinn í markþjálfun eða ráðgjöf, hver einasta manneskja, rótin kemur að því að hún er meðvirk með fjölskyldinu, með þessum, getur ekki sett mörk, veit ekki hver hún er. Veistu, þetta er allt meðvirkni og það fyrir, ef við fyrir dýpra í það, þá er það rótin. Hver er ég? Hvað vil ég? Hvaðan kem ég? Hvernig er sambandið við mömmu og pappa? Það er mömmu og pappa sárið, rætunar okkar. Og þetta er yfirleitt óklárað.
hjá flestum. Mjög góða punktur. Tímabilið sem þú varst að lýsa að náðan. Þetta er svona, þú hljómar svona eins og svona gamaldags bandarískur kapitalisti sem bara, þú veist, ég ætla bara að vera ógeðslega duglega og láta draumana mína rætast. Já. Nema að vantar einmitt kannski inn á hinn endan að kunna rukka fyrir vinnuna sín og allt það. Já. Og þetta tímabilið ég las eitthvað, þegar ég var undirbúið þáttinn eitthvað gamalt viðtal við það sem þú sagðist þá verið að drekka 5-6 tvöfaldar latte á dag og eyða 80.000 kall á mánuði í latte. Einmitt, fyndið, þú skildir, þetta var það, sko. Og varst í rosa mikilli kaffidrykju og Já. alltaf í latte. Alltaf í latte á prikinu. Á prikinu? Já, á prikinu. Og og já, ég bara einhvern veginn trúði, ég bara sá mig sem einhverja vél. Ég var alltaf að reyna svona að reikna út hvernig ég myndi ná sem mestri keyrslu út úr þessari vél. Og ég var ekki neina tengingu við þarfirnar mínar. Ég var einmitt ég var að taka podcast í gær í Eden. Já. Og það kom bróðir hans Fannars, hann var að tala um þarfakerfið okkar. Og líka mörg okkar eru ekki í tengingu við þarfirnar okkar. Ég var í engri tengingu við þarfirnar mínar. Þú veist, ég þarf öryggi. Ég þarf svona grunnþarfir, bara hvíld, næringu og þetta. Ég þarf að vera séð og heyrð fyrir það sem ég er. Þetta eru svona þarfir sem að ég bara, nei, ég þarf ekki öryggi, ég bara spjara mig. Ég geti sofið út á götu ef að ég þyrfti þess. Veist, ég var þarna. Veist, ég þarf ekki neitt, ég þarf bara kaffi. Ég þarf bara að vinna meira. Veist, þannig að þarna var ég bara í svo miklu rugli með sjálfa mig, ekki vitandi það. Og bara engri tengingu við eigin þarfir og það er líka eitthvað sem að bara hverjar eru þarfirnar þínar, þú veist, og geta sagt bara já, ég þarf að vera heyrð og séð. Ok, af hverjum þarf ég að vera heyrð og séð af mínum nánustu eða af öllum, af hverju þarf ég það? Hvað uppfyllir þessi þörf? Uppfyllir hún, þú veist, lífstilgangin minn að skína eða er það egoið mitt sem að þarf alltaf að fá pepp, þú veist, að skoða þetta og vera í heiðalegu samtali við sjálfa sig. Hvað gerist þegar, eins og þú ert að lýsa þegar þú ert búin að vera að vanrækja þarfirna þína svona lengi og keyra svona á þeim eins og vél og þú veist, endar þetta með krassi eða þú veist? Já, enda bara með, það enda ekkit alveg líkamlegt eða tilfinningalegt krassi á mér en nakti apinn fór á hausinn á endanum af því að bara þú veist, peningahliðin var bara rjúkandi rúst og ég fór ekki inn á heimabankan í 2 ár af því að ég bara, það var manneskja að sjá það, ég þorði ekki að kíkja og ég þorði ekki að kíkja inn á eigin heimabanka. Ég þorði það ekki og vildi það ekki og ég ætla bara að hanna meira, ég ætla bara að vinna hraðar, þú veist, og þá var það bara gjaldþrot og það var síðan rosa erfitt, þú veist, ég var hjá umboðsmanni skuldar í mörg ár og þú veist, þannig að Þetta er eitthvað sem ég held að margir, vonandi ekki ofmargir, en margir samt tengjur við þetta með að fatta kannski eftir og bara hvernig gat ég selt mér það að fjármálin mín skiptu bara engu máli og ég held bara áfram að vinna og ég bara svona þetta reddast einhvern veginn og eitthvað skilur. Ég held að þetta sé bara ótrúlega algengt. Ég held það sko. Já. En þarna erum við bara blind á eigin skugga og þarna voru skuggarnir mínir að bara fullt af skuggum og ég bara þorði ekki þorði ekki að kvestjuna manneskjana sem sá fjármálin, ég þorði ekki einu svona að mér fannst eins og að ég hélt þá að blind traust var eina sanna traustið. Þannig að þá fannst mér ég alltaf þurfa að sýna öllum bara algjörlega blind traust, bara ég mátti ekki einu sinni bara, já, hvernig gengur eða þú veist, ég mátti ekki spyrja eina spurninga því að þá var ég ekki í sönnu trausti, þú veist, ég hélt það. Þannig að við erum með svo mikið af svona skuggum sem að við bara vitum ekki af. Og það er í þessu spiritual, það er að vinna í skuggunum sínum og að þú veist, lýsa upp skuggahliðarnar okkar og sjá þær. Þannig nær maður að vera hamingjusamur og frjáls. Síðan kemur eitthvað tímabila þar sem þú ferð hvað, Sauðárkrók? Já. Þá fórstu að vinna hvað, fiskileður? Já, Íslands sjáleður, minnum að heitir. Þá voru þau að breyta til í fyrirtækinu sínu, vantuðu manneski til að koma inn fá nýja sýn og fá söluaðilega til að fara í ferði til Parísar og eitthvað svona voða spennandi. Okay. Og ég tók því svo fagnandi, þannig að ég var með búð á Laugaveginum og ég bara lokaði búðinni og
lokaði búðinni og flutti á Sauðárkrók og það var ótrúlega spennandi og ég hef líka allt haft mikinn áhuga á sjávarlegri með þetta eitthvað svona fannst það eitthvað mjög spennandi og sútun, mér langaði alltaf að læra að súta einhvern tímann þegar ég var í sveit sko að bara gera gærurnar þannig að þær séu ekki bara þegar fláir dýr eða kindina að þá fer það í gegnum svona ferli til þess að sé gæra á gólfinu heima hjá þér að hann rotni ekki það er svona alls konar efnafræði og salt og eitthvað dót þannig að einhvern tímann þegar ég var í sveit sko sem úlingur þá voru lömb sem dóu í fæðingu og bóndinn fláði þau fyrir mig og ég gemdi þau í frysti í nokkur ára því ég ætlaði að læra að súta þannig að ég hafði áhuga á því já, þannig ég fór þangað og fór með þeim í eina ferð til Parísar að selja sjávarleður á stærstu svona efnasýningu heims eða svona með þeim stærstu og þar hitti ég kaupendur frá einmitt Louis Vuitton og Gucci og Prada og allir koma þarna til þess að og íslensk sjávarleður er svona þetta er uník, þetta er flott vara og þannig að þau voru með alls konar svona stóra og flotta kuna. Hvernig er þessi business á Íslandi að vera í einmitt einhverju svona hönnun og einhverju svona Þetta er svolítið, ég myndi segja á Íslandi og er þetta svolítið svona þess að ætla að græða að lifa á því að prjóna vettlinga. Það er alveg þannig. Já, þetta er töff. Þetta er rosa töff sko. Og ég held að sé bara þannig fyrir bara flest alla, ég er búin að prófa alls konar og ég meðist þetta alltaf að vera svona eins og maður ætla að reyna að græða á því að prjóna vettlinga og gætir lifa á því, getur hugsan að lifa á því ef þarft ekki mikið en þú ert aldrei að fara að kaupa þér hótel á því. Nei, nákvæmlega. En við erum kannski að leiða okkur svolítið aðeimitt því þegar þú síðan svona skiptur takt. Já. Og þú nefna orðið svona spirituality og spiritual og það er kannski svolítið það sem að þú ert þekkt fyrir í dag og ert að vinna við í dag, alls konar hluti tengt því. Hvað er eitthvað svona augnablik þar sem að verða eitthvað svona kúvending hjá þér? Já, ég bara, þegar þú segir þetta, það er augnablik, það var það var, ég minni 2015, já, örugglega 2015, þá lendi ég líkamsárás og lendi líkamsárás og bara skorinn höfuðið og bara upp á sjúkrahúsi og svona frekar en eiginlega svona óvart samt ég flæktist inn í líkamsárás, þá var ég búin að vera Þú nú að segja eitthvað frá, Já, það var stelpa sem að ég var að við vorum búin að vera út að borða ég var að fara að vera með prentnámskeið morgunin, silkiprentnámskeið og hún var að fara inn á stað og hún fer svona eitthvað að skipta sér að tala við einhverja stráka sem er að rífast og endar á því að annar strákurinn sem var þá bara alveg út úr heiminum ræðist á hana og þannig að hún var bara eitthvað svona að skipta sér að því að þeir var að rífast hann ræðist á hana og þá er ég búin að vera rosa dugleg að æfa í Mjölni og þannig að ég stekk á hann og tek halstak á honum og eitthvað svona nema hann alltaf bara buffa mig í köku og þá daginn eftir var hann með eitthvað eggvopn? Nei, það var bara flaska, hann braut flösku á hausnum á mér. Já, þetta var alveg svona og þá vaknaði ég daginn eftir og bara svona hvað ertu að gera með lífið þitt? Þetta var eitthvað svona vakning, og það er oft talað að fólk sem er er ekki að vakna, er ekki að hlusta á lífið, vera að kalla til sín að lifa sinn tilgang. Það þarf stundum að fá svolítið svona harkalega vakningu. Og það er oft bara að tala fólk sem lendir í, slysum eða fær krabbamein eða gerist eitthvað stórt. Þá bara, hvað ertu að gera? Hvað viltu? Og hver ertu? Rosalega algengt að fólk Já. Sem tekur eitthvað svona algjöra uppeyju í lífinu sínu Já. og það gerist eftir einmitt alvarlegt slys. Já, og það er bara svona og alvarlega slysið ég held að það hefði ekki komið eða ég hefði hlustað á líkama minn eða ef ég hefði ekki verið svona veik af meðvirkni ef ég hefði ekki verið svona harkalega dugleg En þú tengir þetta bara þannig að það hefði ekki átt sér stað Já, algjörlega og ég trúi því bara að sé þannig þannig að og þá vaknaði ég og þá tók ég út sykur, hveiti, áfengi og fréttamiðla
algjörlega og bara einu degi ég man ekki hvort það var einu degi en ég bara tók svona kúvendingu, hætti að drekka hætti að skoða fréttamiðla sykur og hveiti það hélst út í næstu 2 ár sykur og hveiti, alveg bara, ég var alveg en fréttamiðlar áfengi hafa haldist úti það svoleiðis já, nema reyndar núna í COVID, svona seinni, þá kærastu minn, hann kíkir stundum inn á Vísi. Þannig að ég svona kíkir stundum inn á Vísi og mér finnst svona, líka við svona eins og ég sé að fara hann á klámsíðu, bara svona, þú veist, eins og ég sé að gera eitthvað sem ég á ekki verið að gera, má ekki verið að gera, þú veist, þannig að mér finnst ég alveg svona, já, síðan bara svona, að þetta alltaf sama. Það náttúrulega magnað hvernig við, þú veist, með fréttir og, þú veist, það bara allt lagi að fólk, konsjúmi fullt af fréttum, en verður allavega meðvitaður að þetta fyrst og fremst entertainment. Þetta bara entertainment, þetta fyrst og fremst entertainment. Það að segja, þetta svona í íslenskum kúltúr, sitja og horfa á fréttatíman og bara hvað fylgist ekki með fréttum drengur og þú verður að vita fréttir og eitthvað svona. Hvað það oft sem að eitthvað gerist á Íslandi sem ég nauðsynlega þurft að vita? Ég hef alltaf ekki mistað neinu. Nei, ég held að þú veist, ef það gerist 11. september, þá ertu að fara að frétta það, sko. Já. Ef það kom COVID, það fór ekki fram hjá þér, sko. Nei. Þannig að það, þú veist, og þetta er bara svona, hvað þarf ég, hvað er ég að láta ofan í mig að því að náttúrulega næring og nú vitum við það að, þú veist, næring hvort sem hún kemur í föstu formi inn í líkamann eða inn í eyrun eða inn í augun, við erum að taka inn í líkamann allt eitthvað. Þannig að það var það svona, já, þannig að ég tók þetta út og hélt einmitt bara svona, nú verð ég heimska sem að, þú veist, er ekki inn í hlutunum og veit ekki og ég hef aldrei upplifað það moment að upplifa minnum átt að kenda að veit ekki eða... Hvar setur þú línuna þegar þú segir fréttamiðla? Því síðan erum við með einmitt eitthvað svona, þú veist, síðan erum við með, þú veist, podcast og svona annars konar upplýsingar og þú veist, hvar myndur þú draga línuna fyrir þig í eitthvað sem þú vilt ekki vera að, svo í sletti, konsjúma? Já, sko, podcast náttúrulega bara það er svo mikið af fræðslu, þú veist, það er verið að tala málefni sem ég hef áhuga á. Þannig að það er, þú veist, og ég meina, ég nota alveg Facebook, þú veist... Þú veist, þú veist að tala um bara eitthvað svona daglegar fréttir. Já, bara daglegar fréttir, þú veist, eins og vinkonu mín, Kolla Grassa, hún var daginn í fjallgöngu upp á Esju og eitthvað fólk, hrundi niður einhverja brekku og þetta kom í fréttunum. Og fréttin var komin inn á Vísi, sagði Kolla mér, áður en að Kolla var komin niður á fjallið eða niður í bíla eitthvað. Og hún sagði, hún var svo kolröng, hún sagði að þetta var bara eitthvað bull í fréttinni. Samt kemur hann að frétta á Vísi bara fólk féll niður og þetta gerðist og hitt gerðist, ég las ekkert fréttina en hún sagði, þetta var svo mikið bull að hálfari nóg. Kolla var hana hjá fólkinu, Já, ég meina, þetta hljóma kannski hypokritikala því ég hef náttúrulega unnið sem fréttamaður í mörg ár og allt það, en þú veist, það breyttist svo mikið eftir við fórum í vefmiðlana. Þetta var ég náði í restin á því tímabili þegar að ég byrjaði á fréttastofun og Stöð 2 þar sem bara svona það er kvöldfréttatími bara á þessum tíma og svo kom eitthvað dagblöð út á morgnana þess á milli er ekkert þannig að það gerist eitthvað þá eru alveg margir klukkutímar þar til að fer eitthvað frétt út og þá gefst tími til þess að skoða hvað raunverulega gerist þannig að leður komin í þess að keppnum að vera fyrstu með eitthvað þá náttúrulega verður örugglega stundum freistandi að bara ég verða að ná einhverju fyrirsögn það er alltaf að þú sé aðeins misvísandi af því að þetta er in the end business og entertainment. Já, og það er bara það er allt í lagi allir velja fyrir sig en mig langaði að velja fyrir mig svona bara, hvað setja ég onni mig það er svona bara eins og Netflix, mér finnst það líka vera svona algjört bara svona nammidagur en ég var líka þannig að, og ég var líka alveg, ég var svo fordómafull og dómhörð, og ég var það og mér fannst bara fólk sem notaði fíkniefni og bara, ég leit bara niður á það, ef ég vissi að þú myndi taka kókaín, þá bara gat ég líka hilsa þér, ég var bara þarna og mér fannst fólk sem að horfði á seríur, bara letingjar og aumingjar, fólk sem spilaði tölvuleiki bara auðnuleysingjar, ég á mér rosa svona miklar skoðanir á svona hlutum þannig en það sem mér finnst ég til dæmis ekki búin að eiga sjónvarp síðan ára 2000, þegar ég flutti frá Akureyri þá skildi ég sjónvarpið mitt eftir og ég hef ekki átt sjónvarp síðan og
mér finnst geggja að því ég kem til mömmu þá bara risa sjónvarp og mér finnst bara eins og þessi í bíó og þarna, en þetta er líka eitthvað sem að er svona, þú veist, mér langar ekki að vera couch potato, þú veist, ég elska að gera eitthvað sem ég elska og þú veist, ég elska ekki að sitja og horfa á seríu eftir þátt, skilurðu, það bara er ekki fyrir mig. Ég er búin að svissast aðeins, sko, ég tók tímabila sem ég var ekki með sjónvarp, Já. svo núna er ég farin að horfa á það bara sem, ég veit ekki, það er kannski mitt þetta hlutaði bara svona mitt, að bara ef ég kemst að þeirri niðurstöðu fyrir mig að ég sé bara ógeðslega duglegur og ég er að gera rosa mikið og þá bara er geggjað ef ég detti í góða seríu. Það er bara æði. Og ef að maður elskar það, þá er það bara geggjað. Akkúrat. En að skoða kannski, þú veist, er maður fastur þar og Algjörlega. ekki að lifa draumana sína eða ert að lifa draumana þína og lifa þér að horfa á seríu þegar þú veist, bara geggjað. Þú veist, það má allt. Og einmitt, það er náttúrulega koma mismunandi tímabil í lífi fólks, þú veist, það sem kemur kannski tímabil þar sem þú ert að vinna mjög mikið í að láta draumana þín að verða veruleika, Já. þá kannski síðan kemstu kannski á einhvern stað þar sem þú ert búin að búa til ákveðna hluti Já. og þá kannski þú veist, einmitt, þá þarf þetta ekki alltaf að vera, að því þetta er svona þunn lína, að því síðan er það þetta með einhvern veginn að líða eins og ég verði alltaf að vera produktífur eða ég verði alltaf að vera að gera eitthvað sem er Nei, það náttúrulega má heldur ekki að því að í hvíldinni, veist, í þögninni heyrist sannleikurinn. Þess vegna er alltaf verið að tala um hugleiðslu og þeir sem er ekki byrjar að stunda hugleiðslu þeir alveg, hvað bull er þetta? Þeir skilja þetta ekki, en síðan þegar maður prófar að hugleiða og það er bara, ég myndi segja að sé satt, bara í þögninni leynist sannleikurinn. Sannleikur hvers og eins, og finnur hann bara í þögninni. Og í hvíldinni losnar líka spennuna, þú veist, þannig að við þurfum, þú veist, þannig að ég lærði það sjálf, þú veist, ég þarf að hvíla inn á milli og Þú ert búin að nota oft orðið meðvirkni og hún talar svolítið um meðvirkni. Já. Að þetta er svona, fyrir x mörgum árum síðan var aldrei talað um meðvirkni. Nei. Svo kemur þetta hugtak einhvern veginn allavega inn á Íslandi sem Já. rosa svona tísku og síðan töluðum við þetta í tíma og tíma meðvirkni þetta. Já. Hvað er meðvirkni? Sko, ég myndi segja að meðvirkni sé að virka með, skilurðu, en ekki á, þú veist, ef þú virkar með einhverju eða einhverjum, en ekki á bestan veg fyrir þig. Skilurðu? Þannig að meðvirkni er alls konar og meðvirkni og góðsemi, það er svo fyndið, góðsemi og hjálpsemi. Þú veist, ég var svo góðsum og hjálpsum, ég bara var tilbúin að gera allt fyrir alla. Ég keyrði niður Laugaveginn, bjó Laugaveginum. Ég keyrði niður Laugaveginn að leita fólki eða útlendingum til þess að gista heima hjá mér, svo þau myndi ekki þurfa að borga fyrir hótelherbyggi. Keyrðurinn að Laugaveginn að leita út? Veist það, ég var svo veik, þú veist, þannig að ég var svo veik á meðvirkni. Svo var ég með samviskubit að vera inn á þeim. Þú veist, ég var bara, þú veist, ég veit það. Þú varst með samviskubit yfir að vera inn á túristum sem þú varst búin að bjóða inn á þitt eigið heimili eftir að hafa verið að leita af þeim á Laugaveginn. Já. Þetta er alveg langt leit meðvirkni. Þetta er langt leit meðvirkni, ég veit það alveg. Ég er með fulla grein fyrir því. Þannig að ég er búin að... Þetta er geggja. Já, ég veit það. Þetta er geggja. Ég er búin að fara rosa langt inn í meðvirkni og skoða og búin að vera í 14 ár núna bara að vinna í minni meðvirkni og hjálpa fólki, þú veist, að skoða sína meðvirkni. Þannig að en þú veist, meðvirkhægðun hjálpsemi til dæmis að þú ætlar að fara að hjálpa ykkur og græja eitthvað fyrir einhvern sem að kannski bað ekki það. Það er meðvirkni. Þú veist, og þarna verður svona toxic meðvirkni þar sem að svona mæður, svona stjórnsamar mæður er að hjálpa og græja að gera og allt, þú veist, ekki beðið Já, og þá svona, þú veist, ég vildi þetta ekki gefa eitthvað, þú veist, mamman gefur eitthvað sem henni finnst að þú er að eiga og þú vilt það ekki og þá áttu það, þolir ekki inn að jakka sem mamma gaf þér, alltaf samt að gangi í honum. Allt svona meðvirkni. Og svo sko, ertu líka þá að leggja inn innegni á einstaklingum og það að gera eitthvað fyrir hann sem hann er ekki einu sinni búin að biðja og svo þegar að þið vantar eitthvað þá er hann að biðja allt sem ég er búin að gera fyrir þig. Já. Þú ert að búa til skuld. Já, og þetta er allt bara að meðvirkhægðun að virka með að eitthvað sé að virka á þig. Veist, að þú getur ekki verið bara algjörlega sterkur í þínu kjarna bara, hvað vil ég og hvað þarf ég núna? Þú
þú veist, að allt og allir geta togað í mann á eitthvað hátt. En það sem gerir þetta síðan flókið er að við búum í samfélagi manna og maður þarf reglulega kannski að, þú veist, ég get ekki labbaði gegnum daginn minn og ég geri alltaf bara það sem ég vil gera vegna þess ég er síðan í samfélagi manna. Já. Og það geta alveg verið moment þar sem að ég er að ákveða, heyrðu, ég ætla gera þetta því þetta er gott fyrir hópin akkurat núna, skilur. Já. Þó ég, þú veist, þetta er svona... En það er líka, þú veist, varstu að svíkja eitthvað innra með sjálfum þér þegar þú gerði það? Eða fannst þér bara allt í lagi? Þú veist, og þar er það, skilur. Bara, mér er alveg sama þá ég skuttlir eitthvað, niðri í Vesturbæ þá sé út úr leið. Skiptir mig engu máli. Eða er ég svona, ég hafði nú eiginlega ekki tíma til þess en, þetta var nú Sölvi Tryggva hana, skilur. Það er þetta. Bara, ég er á nýja bílnum mínum, já, ég bara mest geggja að fá skuttlaðar en ég ætla hvort eða bara rúmt eitthvað. Já, einmitt. Sko, snýstilurinn hvaða tilfinningu skilur það eftir innra með þér? Skilur það eftir tilfinninguna að bara, já, skilur það eftir sannarlega hreina og góða tilfinningu, bara þú ert bara frjáls, það skiptir ekki máli, hvernig hann líður með þetta, hvað þú gerðir, eða er svona, já, ég vona að verið ánægð með mig, eða, já, kannski þá næst þegar ég þarf að flytja, þá kemur hún, eða, það snýst alltaf það. Einmitt. Sen er þetta einhvern veginn svo, þú varst að segja þess að söga þér með túristana sem við hindrendar, þetta er alveg hilarious, minnst þetta geggjast. Þetta er alveg hjá mér birtist þetta þannig og ég sé það núna þegar ég byrjaði aftur með podcast, það er gífurlega mikið af fólki sem hefur sambandið mig og ég er örugglega bara síðan ég byrjaði með það núna fyrir 7 mánuðum að þá er ég örugglega að vera, það sé ekki svona 30 manns búin að biðja mig að skrifa ævisöguna sína, einhver svona, skilur? Já. Og einmitt bara, þú veist, sturlast það mig og þá sé ég einmitt bara Sölvi fyrir svona 10 árum. Hann væri búinn að taka svona af þessum 30 ævisögum, hann væri búinn að taka kaffibolla með 25 að þessum minnst ekki. Já, einmitt. Í staðin fyrir að, þú veist, það er bara, heyrðu, ég þarf að fá að vita hans meira um þetta, send mér e-mail og að líkindum eru 29 af þessum 30 annarkvort ekki efni í ævisögu eða ég hef ekki tími að skrifa það og þá er maður bara orðið miklu fljótar í að vera, heyrðu, þú veist, mikið leitt að segja það, bara það verður einhver annar að fara í þetta með þér, skilju. Já. Þarna sér maður framfærinar og þarna hugsa maður einmitt, þú veist, vá hvað ég var að slíta mér út við að vera stanslaust að gera eitthvað fyrir aðra, af því ég segi eins og þú einhvern veginn alin upp við þetta með að þú veist einmitt að fátækt sé næstu í deyð sko, og ef þú ert ríkur og vondur og síðan þetta einhvern veginn þessi góðmennska sko. Og það er það sem ég hef komist að hefur í mig eftir sem við lengra bara, það er í mér þetta rosalega sterka þörf fyrir að það má engum finnast eitthvað annað Sölvi en að hann sé góður strákur. Já, einmitt. Það er bara alltaf lægi þó þessi fullt af fólki sem finnst ég ekkert góður strákur. Það er bara alltaf lægi, skiljum. En Jesús minn hvað það getur tekið fólk langan tíma að fatta þetta. Sko. Já, og ég var alveg þarna bara Guð minn góður ef einhver myndi ekki halda annað en að ég væri góður engill sem myndi fórna öllu fyrir þig. Það er bara það sem að ég þurfti, en þetta er bara brotna sjálfsmyndin okkar. Og núna ég bara svona, mest bara fólk má finnast allt um mig. Bara ég er allt. Bara ég er, það er það sem að ég sé svona að við erum þetta allt. Hvernig er annars sem ég ætla að spyrja því ég sé bara, þú veist, á höndanum þér, tattúin. Já. Og þú ert lengi búin að vera með mikið tattúum. Já. Hvernig tengist það að því maður hugsar, þú veist, þetta er mitt með bæði klæðaburðin og tattúin. Það er samt síðan eitthvað sem er einstaklingur sem er rosalega hræddur við álit annara og einhvern veginn alltaf að pæli í. Þetta er samt svona einhver partur að þér sem er þarna alveg til í að vera öðruvísi. Já, sko, ég hef aldrei verið sko hrædd við álit annara í rauninni á þessu leitinu til. Ég skilja, það er bara fólk sem þekkir þig. Já, ég hef alltaf verið sjálfstæð í klæðaburði og tattúin fyrir mig voru eitthvað svona, ég upplifði sem svona innri tjáningu. Fyrir mér finnst mér þess að þau sé eitthvað svona sem var innan í mér sem kemur út í húðinni. Er ekki rétt munið á mér að þú hefur verið svolítið svona, ég var með Fjölni tattú hérna í Viðtali, er ekki rétt munið á mér að þú hefur verið svolítið svona einmitt þegar að þú ert komið með bara tattú, þú veist eins og hérna á fingurna og svona, þá, þú veist, var það ekki kannski mainstream og sérstaklega ekki mainstream hjá kvenfólki. Nei. Þetta aftur er svona eitthvað sem maður myndi kannski kalla hugrekki eða eitthvað. Já, og einmitt, það var margir einmitt sagt þetta við mig bara, vá þú ert svo hugrekk, hvernig þorir að fá þér á hendurnar og fyrir mér
þú veist, ég alveg, já, ok, sér þetta sem hugrekki, af því ég upplifi þetta ekki sem hugrekki. En þú veist, það sem að ég er búin að sjá hérna þetta er þú veist, að fyrir mér er þetta samt að svona standa með því sem ég er, þú veist, ég er að standa með þessu, ég er að setja hérna utan á mig, þú veist, það sem að er innan í mér, sama í einhverju tjáningu, sko. Þannig að hérna, en ég bara, þú veist, þegar ég var lítil, bara frá því man eftir mér, þá var ég að teikna húðina á mér. Ég bara teiknaði á mig, á húðina á mér endalaust, og þegar ég flutti til Akureyrar, þá ég var svona 7 ára eða eitthvað, þá tók ég strætó niður í bæ og fór á Andspókasafnið og var að leita mér að heimildum húðflúr. Þetta byrjar svona snemma, Já, og þá vissi ég ekkert hvað, og þá vissi ég að ég ætlaði að fá mér söguna mína á baki á mér. Og þú veist, þannig er ég bara barn, og það er ekki orðið töff, það er engin, þú veist, ég veit ekki neitt með tattoo. En þetta er áhugavert. Þá veit ég ekki hvað backpiece er, þú veist, þannig að þetta var eitthvað svona sem að bara, ég veit ekki hvernig þetta kom til mín, en ég var bara barn, sko. Þannig að ég vissi alltaf að ég myndi, þú veist, gera þetta, sko. Já, þetta er okkur í djúpulegin að fara að tala svolítið um það sem þetta gera núna. Já. Því þú ert búin að lýsa öllu þessi ferðalegi og síðan ertu búin að velta mikið fyrir meðvirkni og alls konar áföllum og svona. Og síðan verður jógakennari og síðan núna ertu, það er svona kannski við erum á rosalega áhugaverðum tímu með svona einhvern veginn þarf að bubla upp núna inn í umræðinu á Íslandi, þetta með alls konar sælósæpin virkaefni í sveppum, ayahuasca og alls konar svona, og allt í einu er þetta að verða bara svona, veit ekki hvort ég segja mainstream, en svona næstu því, sko. Já, svona psychedelics sem eru hugvíkandi efni. Já, sem er, ef við förum kannski aðeins í svona historiun, og þá er þetta, það var ákveðið tímabil þar sem þetta var mjög mikið í Bandaríkjunum og víðar, bara einhvern veginn að þetta væri eitthvað sem gæti verið að hjálpa fólki og gera alls konar hluti í sköpun og listum og allt þetta. Svo er þetta einhvern veginn, kemur margra áratuga tímabil þar sem þetta er bara algjörlega sett hon í skúffu og bælt niður. Já. Og svo erum við einhvern veginn að koma út úr því tímabilinu núna, sko. Já, þannig að er hérna War on Drugs sem að og þeir sem hafa áhuga á því að skoða það, þá bara mæli ég með heimildamyndum á YouTube sem að maður getur bara fengið svona meiri upplýsingar um það, en þessi hugvíkandi efni hafa verið notuð í þúsundir ára, þúsundir og hundruðir ára, og síðan efni kannski eins og MDMA og allir stér náttúrulega, ég man ekki eru nýri náttúrulega, þannig að þessi efni hafa bara í gegnum bara frá bara mannsins tíð að hjálpa manninum að svona feta fótsporinu í að finna hver hann er. Það er það sem ég myndi segja. Og þetta náttúrulega var í vexti og voru rannsóknir og fólk var mikið að nota þetta. Svo kemur War on Drugs og þá er þetta allt bannað. En þó þetta sé bannað á yfirborðinu, þá er alltaf búið að vera fullt af fólki að vinna með og nota þessi efni. War on Drugs er það ekki þegar að þetta byrjar svolítið með Nixon og svo færist þetta og nær svona hámarki hjá Reagan og Bush og þá er einmitt verið að herða refsingar við allskins og færa fleiri efni undir ólöglega flokkin. Já, og það er bara, þannig að núna þá er svona talað um að núna sé svona The Great Awakening, þú veist, þeir sem eru svona í spiritual heiminum að tala svona um The Great Awakening til dæmis, en allavega þá er það sem er að gerast, er að þessi efni eru bara, fleiri og fleiri er að skoða þessi efni, vinna með þessi efni og háskólar og svona virtar stofnanir eru að gera rannsóknir á þessum efnum sem að eru bara allar að sýna ótrúlega ótrúlegan árangur í að hjálpa fólki með kvíða, þunglindi, PTSD, áföll úr æsku og bara allt saman. Er það ekki rétt hjá mér að psilocybin eða virkaefni í sveppum er komið mjög langt til því bara þriðjastigs træjal sem lifið áfallastreitu og ákveðin tegunda kvíða og þunglindi? Jú, og það er Það er raun og veru bara tímaspursmál hvenær það verður orðið að bara einhvers konar innan gæsalappa lifi. Já, og það er sko umsókn inni hjá landlækni að fá, það er læknir að fá psilocybin sem er þá framleitt í á rannsóknarstofu, að það er komið í lyfjaform og það er umsókn hjá landlækni að fá
fá sem sagt, þetta lyf til reynslu. Þessi læknir vill fá það til reynslu að nota það á sína sjúklinga. Þannig að þetta er bara... Þannig að þetta er alveg komið þangað á Íslandi líka þá? Já. Það er náttúrulega spurning hvernig það gengur að fá þetta í gegn hjá landlækni. En ég svona reikna með því að miða við það sem er að gerast, miða við bara það er svo mikið af rannsóknum núna í gangi og núna er bara nánast á hverjum degi, það er MAPS, það er svona samtöku Bandaríkjunum sem eru svona aðal samtökin sem eru að vinna með þessi efni til þess að hjálpa fólki og þau eru að gera þetta á svo flottan hátt, það eru psykoterapistar, það er mentafólk sem eru að vinna með fólk í terapísku umhverfi að vinna úr og þetta snýst allt að vinna úr því sem eru innsta kjarnanum okkar, sem er tráma, kvíði, þunglindi og... Er ekki svona þegar maður fer að tala þessi efni er þá ekki alltaf svona einmitt þetta með, þú veist, ástæðan fyrir því að það þarf að fara varlega í það og allt þetta er að, þú veist, eitt gildir fullorðna einstaklinga sem eru búin að kynna sér hlutina vel og allt þetta og annað gildir börn og unglinga og það hefur náttúrulega hafa komið tímabil þar sem að suma þessum efnum eru notið í einhverjum svona djamtilgangi og það er jafnvel verið að taka þau onni mikið áfengi og þá getur það endað ekki vel, sko. Jú, ég myndi segja sveppurinn, þarna í rauninni eiginleiki sveppsins, hann er eins og speklasalur. Það er svona það sem gerist þegar fólk fer í djúpt ferðalag. Það er svona eins og speklasalur, þannig að fólk fer í þessi ferðalag til þess að skoða. Af hverju er ég svona? Af hverju líður mér svona? Hver er ég? Hvaðan er ég að koma? Þannig að þetta er svona eins og speklasalur lífsins. Þú færð að skoða þig frá öllum hliðum einhvern veginn. Og ef þú ert að nota, þetta er ofboðslega powerful efni. Þannig að þú ert að nota það með áfengi, þá farðu bara að sjá bara, já, þú ert í ruglinu, þú veist. Þannig að mér finnst bara mjög eðlilegt að allir sem að nota sveppinn með áfengi, þeir fái bara högg í andlitið. Það er bara basic, sko. Og það bara á aldrei, náttúrulega fyrir að fyrsta að ætti fólk ekki að vera að drekka taugaeitur, af því að áfengi er taugaeitur. Og bara, þú getur googlað það, bara áfengi er taugaeitur og það er svo magnað að það sé bara eðlilegt að vera bara flott á kantinum með taugaeitur í glasi og súpa. Veist, þetta er svo stórkostlega styrlað. Og þetta finnst fólk, þetta stuða fólk er bara, en þetta er satt. Er það ekki líka svolítið innbyggt inn í, þetta er svolítið eins og þegar að með kuldupottana og sjósund og eitthvað svona og þegar að það talað þetta getur verið hættulegt fyrir ykkur og allt þetta sem er vissulega rétt. Við getum öll bara ofkælst og dáið ef við erum á mikið kulda. En það er svolítið innbyggt við, þú veist, þegar ég fer í fyrstu skiptin í ískaldan sjó þá er hræðslukerfið mitt innbyggð vörn fyrir því að fara að vera þarna of lengi til þess að þetta sé hættulegt fyrir mig. Einmitt. Er það ekki svolítið þannig að svona innan gæsala bara hræðsla fólks við þessi efni er þá innbyggð vörn í að þú í raun og veru nálgast þau vonandi á réttan hátt, sko. Já, því þetta er náttúrulega væntanlega krefjandi og ekki eitthvað sem þú ert bara einhvern veginn svona að gera eins og þú verður að fara sturtið í 4-5 bjórum og hafa gaman, sko. Nei, þetta er ofboðslega erfitt og ég segja enginn á að nálgast þessi efni nema að finna innra með sér að hann sé tilbúinn og gera það þá í aðstæðum sem eru ofboðslega öruggar. Af því að það er bara vitað að hvort sem þú ert í nánu sambandi, í nánd, þú veist, kynferðissambandi, hjá tannlækni, hjá sálfræðingi, eða að fara í svona ferðalag. Ef sett og settingið er ekki örugt, ef þið líður ekki örugum, þá ertu ekki að fara, þú veist, þá ertu að fara að vera í spennu, ótta, hræðslu og hlutinir er ekki að fara að ganga eins smúðlega og þeir gætu, skilurðu. Þannig að það er það sem skiptir mestu máli í öllu. Þannig að þegar ef að fólk er að íhuga einhverja svona hluti, að þá sé það að skoða hvaðan er efnið að koma, hver er að leiða þetta, hvernig eru aðstæðurnar, þannig að það sé allt í þessu og eins og þú segir, að ég aftur talandi meðvirkni, að því maður eru svona heyrt að þetta sé að verða dálítið mainstream og þá er bara svona, við viljum að fara að reykja DMT upp í Heiðmörk, viltu ekki koma með? Skilur, og það bara jú það er ekki væntanlega ekki réttar aðstæður eða leið til þess að fara að byrja að prófa sig áfram með þetta. Nei, og
og núna hef ég prófað að reykja DMT og Bufo og 5-MeO sem svona bara svakaleg efni og þetta mér finnst það bara algjör geðviki að vera einhvers staðar einn heima hjá sér eða einhvers staðar að gera svona ekki með einhverja mannesku sem að þekkir þetta, kann á þetta og að passa upp á þig. Þannig að það var einmitt síðustu helgi þá fékk ég símtal frá einhverju sem ég þekki og þá voru einhverju strákar að reykja og einn fór í bara þú skilur ekki það sem þú ert að fara að upplifa, það sem maður upplifir á svona stöðum gjörsamlega óskiljanlegt og þetta svo stórt og þetta svo mikið þetta gjörsamlega brýtur í manni heilan og þetta brýtur allar hugmyndir tilvistina sem þú hefur og þannig að fólk getur bara farið í bara algjört panik þannig að þú nálgast þetta ekki að létt út aldrei og bara ég lag svo mikla áherslu á það með allt svona þetta svo stórar opnanir þetta svo stórt að bara aldrei að vera einn ekki það, fólk sem búin að vera að fara í ayahuasca fara á sveppatripp í vakandi tilgangi auðvitað má það fara á engatripp alint, en aldrei í fyrsta skiptið, aldrei mér bara skiptir á svo miklu máli að vera með eitthvað sem situr yfir sér, sem passar upp á mann. Líka þetta að fólk upplifi að því að það sem að gerist svo oft, fólk fer í gamla tráma, það fer í upplifun í æsku sem að búið að loka, það bara man ekki eftir. Og þar yfirleitt það þannig að flest okkar, eins og mamma og pappi, flest okkar, mamma og pappi bara eitthvað fólk sem kynntist, eignaðist börn, vissi ekkert hvað var að gera, vissi ekki neitt, gerði sitt besta og útkomum við alveg í haki, skilur þetta er bara svona þetta og svo komum við bara út í haki bara sjálfsmyndum brotin og fengum ekki ástina sem við þurftum fengum ekki hlýjuna og öryggi sem við þurftum sem barn skilur og síðan að burðast með þá síðan hlæðst utan á það alls konar drasl og hlæðst og við orðin eitthvað voðalega beigluð í okkur nema í svona ferðalegum, þá fer maður á þessa staði í rótina. Hvað gerðist? Af hverju ég óöruggur? Af hverju upplifi ég? Af hverju tryggarast ég svona mikið? Af hverju upplifi ég höfnun? Þegar ég bið vini minn að koma í bíó og hann hefur ekki tíma, skilurðu? Og þá fer maður á þessa staði og þá svo nauðsynlegt að hafa mannesku sem heldur þér og sem heldur í hendina á þér sem þú finnur, það hlýja, ég örugg eða öruggur. Ég get farið og það talað að eitt svona tripp samsvara 10 ára sálfræðimeðferð og það bara alltaf sagt. En þú segir eitt svona tripp samsvara 10 ára sálfræðimeðferð, ef ég myndi nú vera devil's advocate og segja það ekki eitthvað sem svona gæti aðeins farið að gerast að fólk horfa á þetta sem eitthvað svona töframeðal sem á að laga allt í mínu lífi? Jú, það náttúrulega sumir gera það og það ekki til neitt töframeðal og það sem og þá komum við að því sem svo spennandi að það svona eins og spiritual bypassing að fólk fer á okkur svona spiritual leið og bara fer í ayahuasca og annað ayahuasca og situr síðan í hugleyslu og að tengja við einhverjar voða víddir og aðri verur og bara í náttúrunu að tengja og drekka kakó og síðan talar ekki við mamma svona pappa eða og rótin, samskiptin og meðvirknin hvað segir maður þú losnar aldrei undan því. Þú losnar ekki undan mennskunni þinni. Og það það sem ég hef mér finnst svona gaman að skoða að mikið af margir þeir svona reyna að bypassa mennskuna. Þeir eru orðnir of spiritual fyrir mennskuna. Og við fyrum á klostið og við þurfum að Ræddi þetta aðeins við Óla Stef þegar hann var hjá mér. Þú kallar þetta spiritual bypassing þegar ég einhvern veginn ég búin að upplifa svo mikið að ég komin á einhvern svona annan og merkilegri stað en hinnir og ég bara hættur að fungera í venjulegu lífi. Já, það það sem og svo bara hvað venjulegt líf og hvað vil ég fyrir mig, það bara hægt að skoða það líka. En hver og einn þarf að skoða sig. Hvernig eru samskiptin mín? Hvernig
bregst ég við í samskiptum, ég í góðu, hvernig líður mig gagnvart mömmun og pappa, og ég trúi því að það þurfi hver einasta manneskja, sama hvað mamma og pappi hafa gert þér, sama hversu mikla höfnun þú upplifir og að við þurfum að fyrirgefa mamma og pappa fyrir allt. Við þurfum að fyrirgefa þeim, við þurfum algjörlega sættast við þau og elska þau fyrir það sem þau gáðu okkur. Af því að það sem þau gáðu okkur kennslan sem við áttum að fá til þess að fæðast inn í sannustu útgáfan af okkur. En þetta svo erfitt, bara flestir sem eru með þetta sár, eða margir, þeim finnst það of sárt til að einu sinni hugsa sér að það muni nokkuð tíman, Mér verður hugsað til þér sko þegar að ég þekki einstakling sem var svona einn af þeim fyrstu, ég hef ekki bara sá fyrstu, eða einn af þeim allra fyrstu til þess að vinna með ayahuasca á Íslandi og sjálfur búin að mitt leiða gífilega mikið af serimónium og rugla sig í hvað sjálfur farið, og ég hitti hann núna í fyrra og spurði hann, hvað finnst þér þetta sé orðið svona mainstream og mér finnst það bara flott, bara að það verður hver og einn að fá að vera eins og hann vill, en ég eiginlega bara hættur þessu því að ég sé, núna snýst bara andlega ferðalagi mitt að vera góð við mamma og pappa. Já, það enda bara þar. Já, og það þetta, að fara að finna sig, að fara en að koma sér bara aftur heim, og það kannski það sem ég kannski að reyna að segja að einstaklingur sem búið mikið að gera alls konar svona hlut, en síðan eins og segir, síðan eru kannski samskiptin við börnin eða foreldran í algjöru ólægi, þá náttúrulega augljóslega eitthvað sem að þú ert ekki að díla við. Já, og þetta bara rosa algengt og ég skil það alveg, ég skil það því að þeir sem að upplifa þessa tengingu, þessa opnun, þennan skilning á universinu og upplifa að vera eitt með universinu, það svo magnificent, það svo divine og maður bara svona, já þetta rétt og maður vill frekar vera þar, þannig að þetta alveg skiljanlegt. Hvað fékk þið til að byrja að vinna með þessi efni? Það sem að gerðist var að Ágústa vinkona mín, hún fór til Guatemala og fór þangað í hálft ár og þegar hún kom tilbaka þá var hún bara sveppir, microdose og mér varst þetta hræðilegt af því að ég hef alltaf verið svona ofboðslega hrædd við fíkniefni og við vorum í sundi og hún bara sveppir og ég bara neina hættu, fólk getur heyrt í okkur og bara skammaðist mín svo mikið og svo sagði hún, þú verður að fara til Guatemala og þetta var eiginlega svona meira jóga, ég var að fara til meira svona jóga tilgangi en svo fór ég til Guatemala og ég var bara tilbúin og opin að skoða hvað þessi ferð myndi koma með til mín, þannig að ég var ekki að leita eftir sérstöku en þar prófaði ég þessi efni og þá svona og ég, þegar hún var alltaf að microdose þá var ég svona, þetta bara spiritual leið að dópa sig. Þegar þú kallar microdosing þá ertu að tala að þú sért að taka þetta svona það sem er hægt að kalla á íslensku smáskömmtum. Já, þá þetta svona sveppirnir í algjörum smáskömmtum þannig að það hefur alveg gríðarleg áhrif á taugakerfið, það gefur svona bara slaka inn í taugakerfið þannig að fólk, kvíði, þunglindi og það oft bara, það losnar að því að kvíði og þunglindi er spenna svona, þetta mjög svona einfölduð lýsing, en oft þetta spenna sem er bara í taugakerfinu okkur, það í ofspennu og þetta hjálpar svona innsta kjarnanum að slaka og þá losnar oft bara það svo mikið af óþarfa kvíða það losnar svo mikið þannig að ég fór út og ég prófaði þetta og þá svona já, ok, skil því ég veit alveg hvað mér finnst fíkniefni og að vera ofnota hluti ég hef skoðað það vel þannig að þá skildi ég svona ok, nú skil ég hvað þetta okkur fólk gerir þetta og þar reykti ég til dæmis DMT og Bufo og þessi hlutur hafa bara breytt mér og DMT er virkaefnið í ayahuasca? Það virkaefnið í ayahuasca. Hvað er Bufo? Bufo það er svona kemur úr bakinu á froski sem að kemur upp úr jörðinni í Mexíkó einu sinni á ári, eitthvað svona og það er svona kroppað af bakinu á honum og það er bufetamín plus DMT
en það eiginlega sko DMT, svo DMT5-MeO sem sagt að sé 1000 sinnum sterkara en ayahuasca og það svona búfó, en þetta svona þannig að þetta bara svona óbúslega powerful hluti sem ekki maður leikur sér ekki með og núna eftir ég byrjaði í þessu námi sem að ég var að komast inn í sem að verða svona transpersonal psychotherapisti, þannig að ég að fara í 4 ára nám að læra að hjálpa fólki að vinna úr trauma, kvíða, PTSD og með hjálp hugvíkandi efna og eftir ég komst inn í námið eða bara síðasta ári þá bara allar Facebook síður sem ég finn sem eitthvað svona hópar microdosing, þetta, hitt fer ég inn á og þar fólk sem að reykja til dæmis DMT bara eitthvað staðar, þú veist, heima hjá sér og langa bara að þú veist, fara á eitthvað tripp eða verða hæ og með eitthvað undirliggjandi eins og geðhvarfasýki eða óbúslegan kvíða, ekki með manneski með sér fólk að festast í einhverju ástandi, kannski hálft ár. Ja, það svolítið bara. Já, en það með sko búfó og 5-MeO og þetta hlutir sem ég vissi ekki og ég bara svona, ok, wow, hvað skiptir miklu máli að gera, þú veist, ef fólk ætlar að skoða þessa hluti, að gera það vel, þú veist, við leikum okkur ekki með þessa hluti. Og einmitt, að kynna sér þetta vel. Kynna sér þetta vel og enginn á bara, já, DMT prófa, þú veist, ég bara... Þetta mjög viðkom umræð, ég núna komin í, þú veist, þessi þáttur ekki númer svona 80 já. Og ég veit ekki hvort að ég hefði lagt í að fá því viðtal til að tala þessa hluti í þætti 3 eða 4, sko. Nei. Já, þetta viðkvæm umræða. Hvar finnst þér þetta að vera start á Íslandi að því þú þá mæntalega með dálítið góðan svona þverskur búin að vera inn í þessum geira og vinna með fólki og gera þetta sjálf og svona. Hvar þetta start á Íslandi? Men eru mjög margir að experimenta með þetta og þá fólk að halda því Já. Fólk feimið að viðurkenna það og þú veist bara... Sko, ég held að fólk sé ekki kannski feimið að viðurkenna, fólk hrætt bara. En það þú veist, ég meina við erum að tala þú veist, lækna, sálfræðinga, lögfræðinga, þú veist, það allir þverskurðurinn, hjúkruna fólk, sem að skoða þessi hluti. Þannig að ég held sko að þegar ég útskrifast eftir námi sjálft 3 ár og svo ár starfsnám. Því ég útskrifa eftir 3 til 4 ár, þá trúi ég því að ég geti unnið við þetta á Íslandi. Unnið, og þetta verði löglegt þá. Ég trúi því algjörlega. Þú segir áðan og nefnir læknir sem þetta sé komið til landlæknis og allt þetta, þannig að það þá líka væntanlega að verða, hefur heyrt í einmitt heilbrigðisstarfsfólki og svona sem að hefur áhuga á að þá vinna í samstarfi við fólk eins og þig og... Já, kannski það ekki kannski talað samstarf en fólk hefur mikinn áhuga á sig og fólk að skoða þetta og já, bara fólk að skoða þetta og sérstaklega eins og microdósi, þú veist, það að hjálpa fólki svo svakalega mikið og og fólk að experimenta með eins og LSD til dæmis að microdósa það, þú veist, í svona sálfræði meðferð til dæmis og sveppina. Og þetta lengra komið eins og við í Bandaríkjunum og svona, þar alveg mitt bara orðið viðurkennt af einmitt að fólk að fara til þerapista sem að leiða þau í gegn með þessum efnum og allt þetta, sko. Já, og þar það bara viðurkennt og það verður hér að því að, þú veist, það engin, þú veist, það ekkert hættulegt við þetta þegar verið að vinna, að gera þetta vel og halda utan fólk. Og þetta bara gjörsamlega að breyta lífum fólks. Og ég, já, ég bara hef rosa mikla trú á þessu, þú veist, og ég veit alveg, samkvæmt hvaða gildum, þú veist, ég lifi eftir. Og ég hef aldrei, þú veist, já, ég hef bara aldrei séð annað eins transformation á mér eða öðrum sem hafa gengið í gegnum, ayahuasca eða psilocybin tripp og vakna til lífsins og
já, bara breytt lífi sinni til eins betra og það það eina sem fólk að gera Og það kemur svona út frá þessu ferðalagi kemur síðan þessi pæling þín svo við förum aftur þangað í að opna hótel í Guatemala Já, já sko Ertu þá með svona fallega og góða tengingu við þann stað? Já, sko það nefnilega hótel í Guatemala sem að garðurinn svo fallegur og það það bara svo mikið fiðrildum í garðinum og maurum og kóngulóm og nú ég ekki að þetta hljómar ekki vel fyrir aðra, ég elska skordýr sko, allavega, þetta bara svo rosalega lifandi og ég var alltaf að fara í hennan garð, þannig að ég tengdist starfsfólkinu þar og það alltaf allir innfættir mæjar sem að vinna þar og ég fór alltaf í hennan garð og bast einhvern veginn garðinum einhver svona djúpum tilfinningaböndum. Svo fer ég í ayahuasca úti og þá kemur garðurinn í ayahuascanu sem í rauninni vera eða manneskja sem að talar við mig og segir mér að enginn hafi séðan eins og ég sé hann, þú veist, hann hefur aldrei bundist neinum jafn djúpri tengingu á mér og og það svona stígur inn garðinn, þetta svona eins og bara, þú veist, ég upplifði þetta svona eins og upp á altarinu einhvern veginn og ég upplifði svona bara mig ganga upp á altarinu og þetta voru bara svona hjónaband og og svo bara auglýsi fólkið hótel til sölu og og bróðir minn er lögfræðingur þannig að hann ég tala við hann og hann fyrir að skoða og ebitan og allt ebita, ég kann þetta orð rosalega flott og þannig að vinur hans sem er fjárfestur á Íslandi og hann kemur til Guatemala í janúar fyrir ári síðan til þess að skoða hótelið. Þannig að hann kemur, skoðar allt, líst vel á þetta og við erum að fara að kaupa það. Og hann stunginn á sportreka, förum út að borða og það er bara svona sterk bíflugnastunga. Er það ekkert meira það? Nei, það er ekkert meira, ekkert hættulegt, þú getur ekki dáið. Já, ég hef með einhverja hugmyndir. Já, þetta bara hugmyndir. Meira þess að sumir nota sportreka bit sem svona þá að hjálpa með gikt til dæmis. Þú veist, það virka svona eins og svona hreinsi lögur í gegnum kerfið þannig. Og en svo kem ég bara heim og ætlum að klára samninga, þú veist, ég ætlaði bara að koma heim í febrúar fyrra og fara út aftur og þá kemur COVID. Þannig að allt COVID erum við búin að vera svona, vorum að bíða, en síðan bökkuðu þeir út núna eitthvað tíman í haust. En þeir voru að lækka hótelið, þannig að ég lækka verðið. Þetta er bara gefins. Hvernig er að gera business í Guatemala? Er ekkert mál að koma sem útlendingur og... Nei, þetta er í kringum vatn sem er dýpsta stöðu vatn í mið- eða Suður Ameríku, ég man ekki alveg í regla allt saman og í kringum vatn, þetta svona myndi ég kannski segja eins og Þingvallavatn, þetta er óbúslega djúpt vatn og í kringum það fullt af villum, þannig að það er einhver svona forseti Guatemala eða þú veist, einhverju svona menn sem eiga villur í kringum vatnið og maður ferðast alltaf á bátum á milli bæjana, þú veist, maður ferðast þannig alltaf svona meðfram vatninu þegar maður er á bát, þá er maður bara agndofa að horfa á öll húsin, þú veist, sem að eru bara svona villur og síðan eru svona bátahöfn og þú veist, oh my god, sko, þetta er svo guðulegt, ég bara að hugsa þetta, sko, og þannig að það eru mest útlendingar sem eiga þessa staði, sko, og þau eru búin að eiga þetta hótel í 20 ár og eru bara uppkomin börn og það er ekki skóli fyrir börnum þeirra í þessum bæ, þannig að þau þurft að flytja í bæ sem er 3 klukkutíma í burtu. Og þannig að þau eru bara tilbúin að byrja að byggja nýtt þar. Hvað myndir þú gera ef þetta myndir ganga upp hjá þér? Myndir þú rekur þetta sem venjulegt hótel eða hvers konar? Já, sko, örugglega. Það eru lóðir í kringum hóteli til sölu, sko, og lóðin fyrir framan hóteli við vatnið. Það er svona næstu alveg vatnið, er líka til sölu. Þannig að þeir voru búin að mappa upp svona að gera svona, þú veist, sundlaug, þú veist, við vatnið eða þyrlu og meira sér að spá í þyrlu, þú veist, að bara þyrluflug frá flugvellinum. Þannig að það voru svona alls konar hugmyndir. En hótelið rekur sér svona eiginlega sjálft. Það er búið að vera sama starfsfólki í 20 ár. Þannig að þetta er ekki svona, ég myndi ekki þurfa að vera þarna bara alveg. En það sem ég myndi vilja gera er að taka fólk með mér út til Guatemala í transformation ferðir. Hvort sem það er bara koma að vera á hótelinu, að þetta er svona flottasta hóteli við vatnið
Þetta samt svona laid back, þetta ekki svona stíft luxushótel. Þetta er svo guðdómlegt, sko. Þetta bara, oh my god. Oh my god. Já. Já, það er neitt. Já, þú veist, ég er með jógakennarnám og við förum með jógakennarahópin okkar til Guatemala alltaf. Þannig ég er núna með hóp og við erum svona að reyna að plana hvort við komumst út í maí með 25 manns í ágústa. Og þannig að við förum út með jógahópa og þá myndi ég líka vilja fara út í ayahuasca-ferðir eða bara hugleiðsluferðir. Svo er kona sem að vinnur með Family Constellation sem að er svona það magna, þetta er svona þessi næst kemur psychedelics án þess að nota neitt. Family Constellation. Þetta virkar þannig að þetta er svo trillt, sko. Ég hef aldrei vitað annað eins. Segjum að þú sért að koma í tíma til mín, ég er Family Constellatorinn og þá kemur þú, en það þarf að vera fólk. Þú þarft að vera búin að bjóða fólki úti, þú veist, þá hittir þú bara fólk á götun og segir, hei, en að koma með okkur í 2 tíma og fara kakóbolla í staðinn. Þannig lendi ég inn í þessu. Og síðan kemur þú og þá velur þú svona, heyrðu, Gunni, getur þú representa mömmu og getur þú representa pappa, getur þú representa þennan og síðan stillir þú fólkina svona í hring sem byrjar að spilast út, eitthvað svona atburðarás og svona dænamikinn í fjölskyldunum og þá fær maður að sjá svona undirliggjandi stíflur og pattern og þetta er ótrúlegt. Þetta er svo magnað og það er fólk sem kemur til vassins og er bara í svona kannski Family Constellation terapíu í mánuð 2-3. Og er þá líka kannski í Kambo er svona froskur, þá brennur maður svona göt á húðina og setur þetta froskætur í sárin og það svona flössar út kerfið hjá fólki þannig að það er alls konar Þetta hljómar örugglega eins og latína fyrir margar sem að hlusta, sko, það er misjafnt einmitt. Þetta er svona þetta er í kannski ólíkum það er, ég myndi segja við erum örgulega nálgast punktin þar sem rosalega margir hafa núna heyrt þessa hluti eins og ayahuasca og allt þetta en það er ekki svo langt síðan þetta var bara eitthvað hvað? Nei, já, einmitt, já. Og það er eitthvað að gerast í bara heiminum að meðvitundin þetta er eitthvað neginn og þetta er alltaf bublu upp og þetta er að verða svona að nota þetta klassíska ensku orð mainstream, þetta er að verða miklu meira mainstream en Já, og ég held að sé líka, þú veist, þegar ég postaði á Facebooki mitt að ég hef komist inn í þetta nám það var bara eins og ég hef verið að eignast tvíbura, bara viðbröðin á Facebookinu mínu, þau voru ótrúleg alveg ótrúleg og þannig að, og ólíklegasta fólk eitthvað svona, þú veist, gamlar vinkonur mömmu, bara vá, hlakka til að koma til þín og þannig að ég veit að ég finn það er það er alltaf breytast og bara, þú veist, bara ef ég skoða sjálfa mig hvað mér fannst fíkniefni og að skilja hvað er fíkniefni og hvað er ekki fíkniefni þú veist, og hvar fólk er að nota eitthvað til að deyfa sig og hvar fólk er að nota eitthvað til að nálgast sig þú veist, það er bara, það er ekki að sama Þetta er góð punktur, þetta er ekki alveg einföld umræða Nei. Og það er það sem gerist oft í þessar umræða það er bara, þetta er bara enn eitt fíkniefnið Já, og ég skilði það því ég var þar og ég skilði það rosalega vel en það sem að, þú veist, þess vegna fólk eins og ég að fara inn í 4 ára nám sem ég er að borga meir en 3 milljónir fyrir að læra að verða psykoterapisti að sérhæfa mig að vinna með þessi efni, þannig að ég er núna að fara til Kólumbíu 1. júlí í á retreat með kennaranum ég er að fara í 2 vikna intensive psychedelic retreat Hvað er Kólumbíu? Ég manna það ekki alveg Langar sem ekki að koma til Kólumbíu Já, komdu bara með Fannar allir að koma með, þið getur verið að chilla eitthvað staðar bíða eftir mér í 2 vikur þannig að þá fer ég til Kólumbíu og síðan fer ég til Ekvador 1. desember á annað psychedelic retreat og þá er ég að fara ég held að Kólumbíu retreati núna sé bara ayahuasca, þá er ég að fara í 7 ayahuasca ceremoníur Já, ég er bara svona, oh my god þú veist, þetta er en einhver myndi þá segja af hverju þarf það að vera inn á margar ayahuasca-ceremoníur? Þetta er bara hluti af náminu, þú veist, þannig að þá erum við bara að vinna djúft í, þú veist, og þá erum við að vinna alltaf með eitthvað sérstakt, þú veist, þetta er ekki bara að fara í ceremoníu, verða enlightened spiritual og skoða ekki, þú veist, ég er að fara að skoða alla skuggana mína, ég er að fara að skoða alla tryggara
allt sem að ég hugsanlega er með óklárað, svo að ég geti setið með fólki á journey og haldið öllu sem kemur. Þú veist, svo að ég sé tilbúin að taka hverjum sem og geti setið sterk og örugg í mér, sýnt styrk og verið klettur en verið líka, þú veist, fjöðurinn sem að mýktin. Þú veist, það er það sem að við þurfum að geta haldið rými fyrir allt og alla. Fólk rífur sig á fötunum, og það er endur ekki algengt, það er svona meira í ayahuasca, en þú veist, það geta komið upp alls konar hlutur, geta komið upp trauma þar sem að fólk er að upplifa nauðgun eða misnotkun eða eitthvað. Hvar liggur þá einmitt línan í því að því að nú erum við kannski á tímum sem eru, þú veist, eftir MeToo og allt þetta, þá er fólk einmitt alls konar svona óhefðbundnar þerapíur og eitthvað, hvenar eitthvað er ekki æskilegt og eitthvað svona, það er líka enn einn svona umræðan sem er, þú veist, getur verið þunn lína, sko. Já, hver er spurningin? Spurningin er þá svolítið bara svona einstaklingur sem upplifir eitthvað og þú upplifir, ég þarf að, þú veist, hjálpa viðkomandi með þetta með því að koma svona við hann eða eitthvað. Hvenær gæti þá einstaklingurinn farið út og svoleiðis og sagt að það var eitthvað, það var eitthvað óviðurkvæmilegt sem átti sér stað eða skilurðu hvað ég er að fara? Sko, ég myndi segja að maður á að snerta sem minnst. Þannig að geta lyft manneskinu að fara í gegnum prósessinn og án þess að ég þurfa að vera eitthvað svakalegur huggari eða að ég að vera eitthvað item. Ég á ekki að vera neitt item, ég á bara að vera container. En containerin þarf að vera sterkur, mjúkur, skilurðu. Og þannig að ef manneskir að fara í gegnum einhvern prósess, segjum að sé eitthvað kynferðistráma, þá á ég ekki að þurfa að vera hérna og halda, þú veist, bara að setja hendina á öxlina, að manneskjan finnur, já, hérna, ég er ekki ein, þú veist, ég er örugg. Akkurat. Þú veist, þannig að það er, þú veist. Hvað já, nú kikkar athyglisbresturinn inn. Já. Athyglisnildin eins og Óli Steffill kallaði það. Nei, bara velta þessu fyrir mér því að maður er að reyna að ná til, þú veist, þeirra sem er að hlusta og horfa, sem eru, fólk er á svo ólíkum levelum í, þú veist, einn er kannski búinn að prófa þetta, annar er búinn að prófa þetta oft, þriðji aðilinn er að pæli að prófa þetta, fjórði aðilinn hefur aldrei heyrt þetta, fimmta aðilunum finnst þetta allt saman vera þvæla. Já, og þú segir með hvernig orðaðir þetta á, þú veist, það er efni sem þú ert að gera til að deyfa þig versus efni sem þú ert að gera til að nálgast þig. Hvernig myndir þú þá lýsa fyrir aðeila sem ekki þekkir að fara í eitthvað svona það sem þú kallar tripp, það að nálgast sig þá svona mikið, það hlýtur þá að geta orðið mjög krefjandi og erfitt. Já, enda er þetta ofboðslega krefjandi og erfitt og fólk, veist, sem er gráta í 4 klukkutíma, þú veist, og fólk er bara í angist. Ég las rannsókn sem að var, ég man ekki alveg hvernig hún var, en það var eitthvað þannig að 2000 mann sem hefði átt bara skelfilegasta tripp lífs þeirra sem var bara algjör horror, að 75% af þeim myndi gera það aftur fyrir benefiti sem þau fengu eftir á. Já, það er svoleiðis. Já, og ég sjálf hef upplifað í ayahuasca bara að deyja, að rotna, ég upplifði það sem ég var fláði lifandi í fyrralífi, skilurðu, ég fekk að sjá þessa upplifun og upplifa alls konar, ég myndi gera þetta, eins og ég er að fara í þetta nám, þannig að ég er að fara aftur í þetta, ég veit ekkert hvað kemur þar. Hvað með einhvern sem myndir þá segja, þú ert að fá að upplifa og sjá svona hluti, hvað, þú veist, verður þá ekki stundum svolítið erfitt að hugsa hvað er raunverulegt og hvað er ekki raunverulegt og ég meina, hvað er raunverulegt? Og þess vegna er þetta einmitt og þess vegna er þetta náttúrulega oft kallað ofskynjunar. Já, sko, það sem að ég veit fyrir minn sannleika er að, sko, áður en maður veit, þú veist, við gerum okkur enga grein fyrir hvað heimurinn er allt annað en við höldum hann sé. Þú veist, og bara það sem að ég veit fyrir mig, þú veist, það sem ég hef séð er að heimsmyndin og heimsmyndin okkar, hún brotnar upp og opnast þegar við opnum að því að það sem að, þú veist, við erum núna bara föst í mennskinn okkar, bara þú ert Sölvi, ég er Sara, við erum Íslendingar við erum þennan líkama og þú veist, við erum ekki svona lítil þú veist þetta, við erum eitt, þú veist, það er eitthvað sem ég hef upplifað þú veist, og svo upplifun resonatar inn í mér sem sannara svo tilfinning, hún er það sterk innra með mér að það er sannara en að við séum ekki eitt og það er það sem að
fólk upplifir fyrir sjálft sig alls konar og og ég myndi, ég veit til þess að það fór maður í Journey sem að bara svona harður atheisti, bara Guð bara bulla kjaftaði og hitti Guð og allt breytist skilurðu það hefði ekki getað sagt honum bara þú ert eftir að hitta Guð og þú ert eftir að elska hann skilurðu en þannig að maður veit aldrei hvað kemur en það sem maður veit að það sem maður finnur innra með sér í þessu það sannara en það sem að búið að kenna þér að raunveruleiki það búið að kenna þér að raunveruleikin sé svona þú átt að vera hérna, þetta samfélag það eru reglunar, en býtu hvað raunveruleikin hvað það eitthvað annað hana og það það sem að opnast Þegar þú segir þetta þá minni mig á einmitt þegar það var haldin ráðstefnu þessi efni hérna á Íslandi 2015 ég var beðin að vera fundastjóri og þar voru einmitt 2 Harvard-prófessorar og annar þegar einmitt í manni eftir ráðstefnuna þá var ég að tala við hann, þá segir hann við mig að þú veist, ég var það þunglindur, ég var bara í sjálfsvíkspælingum upp á dag og þetta bjargaði lífi mínu og þá man ég einmitt að ég, þú veist, verandi með einhverjar svona hugmyndur og hver ég til þess að ég fengi að reynslu þessa manns alveg sama hvað almennu hugmynd ég hef þetta þá var þetta augljóslega, þú veist, þetta ekki einhver kjáni sem að tala við mig hérna, sko. Og það náttúrulega, þú veist, aftur þegar það verið að tala eitthvað svona á einhverjum svona general nótum þetta eitthvað sem að virkar alveg örugglega fyrir alla á þennan, þú veist síðan erum við bara öll Já, og ég skil bara, þú veist, ég veit hvað ég trúi fyrir mig og ég skil bara ef fólk finnst þetta bull og það má, þú veist, og það allt í lagi það bara, þú veist, við erum bara öll á einhverju leið og við höfum öll einhver svona trúarsystem og þetta á að vera svona og ég á að vera hérna og ég á að vera duglegur og ég á, býtu, en hvað ef að hugur minn í rauninni, ef að hugmyndinur það sem ég held að sé, í rauninni þar sem þær enda, þar byrjar eitthvað nýtt. Veist, og þar byrjar kannski nýja tilvistin mín. Hvað getur verið þar? Góð pæling. Hvað myndir þú segja að ég spyr fólk stundum í lokin, þú ert búin að fara í gegnum alls konar ferðalög og eitthvað svona, hvað myndir þú segja að væri kannski svona stóri lærdómurinn, ég veit að þetta svona þegar maður segir að gefa 18 ára sjálfum sér ráð miðað við reynsluna sem hefur núna, þá náttúrulega verður maður alltaf að hafa henni í myndina 18 ára sjálfum maður myndi kannski ekki hlusta en hvað væri svona, þú veist hvað væri skilabúðin til kjarnans þíns þegar þú varst ung? Sko, maður sjá það sem kemur strax bara að ég fullkomin þú veist, að vera þú veist það bara svona, þú veist, ég svona hvað lifandi innra með mér núna, já, það lifandi að ég fullkomin, þú veist, ég fullkomin heim og ég fór að námskeið á Guðna Gunnars, hann geggjaður ég bara, og hann bara ég mátturinn á dýrðin og þegar hann sagði þetta, ég var bara, já, ok má maður, þú veist, má maður leyfa sér að segja þetta bara, ég mátturinn á dýrðin í mínu lífi þú veist, bara ég veit að, þú veist, fólk hefur sagt við mig bara vá hvað ég stöðast og sagði þetta bara, ok, þú veist, hvað innra með þér sem að stöðast, af því að allt sem að þú upplifir innra með þér, hneyksl, dómur og stöð, það inn í þér. Það bara inn í þér, það ekki inn í mér, sko. Það alveg. Þannig að það þitt, sko. Alveg. Þannig að þú veist, það sem að ég fullkomin að því að ég komin heim og það ferðalagið að ég var svo langt frá mér. Ég var svo langt frá mér, týnd kannski, að því ég kom heim inn í mig þá finn ég að ég mun aldrei fara frá mér aftur. Og þessna, og þá þetta þessi orðarleikur, ég fullkomin, af því að ég fyllilega komin heim í mig. Ég myndi segja það. Gekka. Frábært að fá það eins og. Takk fyrir. Takk æðislega fyrir að horfa og hlusta á þættina mína. Ég kann ótrúlega mikið að meta það. Það eru þetta þið sem að gera það að verkum að ég get verið að halda áfram að gera þetta. Og mig langar að biðja ykkur, það verið rosa vel þegið, að subscribe hér á YouTube rásina mína eða á Spotify eða podcast appinu.